Já, sæl og blessuð. Við erum hérna með Villa Junior. Sælir. Og hvað erum við að fara að gera? Já, við erum að vera í tattoo. Hvar? Hérna, á Víkings tattoo. Letsum. Ég heiti Mundi, ég kallaði Mundi. Og þú vinnur hérna á Víkings tattoo. Já. Hvernig fer þinn svona hefðbundi vinnudagur svona fram? Ég er ekki flest allir svona pínu skrautlegir, þú veist ekki hvað er gerast. Jó, mínir dagar nú yfirleitt skipulagðir svona 3 mánuði fram í tíman, oft á tíðum. Já. Og en þeir byrja nú samt flestir eins. Ég mæti vinnurinn á 10 og gerir klárt fyrir fyrsta kúnnan og svo mjög iðulega myndir þá búið að teikna hana. Þannig að vinnudagurinn aðeins byrjaður kannski vikunni áður eða eitthvað, þú veist. Já. Það sem hefur verið að undirbúa myndina. Og nú er ég að fara með tattoo hérna á Georgi Bergfræðarsyni við hliðina á Ólafur Ragnari og þú ert svona byrjaður á þessu hérna. Já, og þá er ég búinn að teikna. Þú ert búinn að teikna hana. Síðan þegar þú mætir í tattooið, þá finn ég út stærðina. Já. Og geri stensilinn kláran og svo geri ég vinnustöðina mína klára til þess að... Já, er hún sem sagt hérna? Vinnustöðin mín þarna inni, þessum tattoo-stöðin. Já, það skoða hana. Já, ég Þarna gerast höfrandir. Hérna þarf ég að setja plast á allt. Já. Og plast á púðan ef þetta er á hendi, annars ég plast á þetta hérna. Þannig að það verður plasta allt. Það er allt sem alls þar sem ég er að fara að gera sár á þig. Já. Mega ekki vera yfirborð sem að margir hafa snert. Já, því að tattooið er náttúrulega bara eitt stórt sár, sko. Já, ég er rauninni að búa til, þetta er rauninni líkast því að vera að búa til brunasár. Já, þú meinar, ég hef aldrei þáttið það í hug. Nei, það er magnað. Það er svona líkasta sárið á þessu. Og ég byrjaði sem stáði að plasta hérna. Já. Plasta hér, ég ætla að gera það í hönskum. Og svo fæ ég þið til að setjast í stólinn og þegar ég er búinn að ákvæða stærðina á myndinni og hérna... Þetta er vel huggulegu stól, sko. Já, hann er samt lúmst óþægilegur. Nú? Já. En ég rakefist á svæðið, set svo stensilinn á, svo steyt ég vélinni upp og tek litina sem ég nota og gera það hérna klárt á þetta borð hérna. Já. Og svo byrjaði ég bara að flúra og svo sitt ég bara með þessa mynd fyrir framan nefið og sem að vera búin að ákveða og teikna hana á þig. Já. Hvað er svona skrítnasta húðflúr sem þú hefur einhvern tíma gert? Það finnst þér eitthvað svona skrítið sem þú... Skrítnasta? Já. Þau eru alveg... Já, ég veit ekki hvað ég ætti að taka sem dæmi. Sko... Skrítnasta en svona eitt af því indalasta sem ég hef gert, það er risaeðla sem að barnið hjá viðkomandi teiknaði. Já. Þannig að það er svona, það er svona rosa fallegt, sko. Já, mjög flott, sko. Þannig að þið finnst ekki eitthvað skrítið að kemur hérna einn úlingur hérna og vill Georg Bergfræðar svona hendina á sér og... Kemur ekkert óvart, sko. En þetta eru teikningar sem þú ert búinn að teikna það, ekki? Þetta eru verk í vinnslu. Verk í vinnslu? Já, sumt af þessu eru teikningar sem við höfum teiknað. Annað eru, eins og ég hef teiknað þetta hérna drega hérna og svo eru grafískar hannanir eftir okkur eins og þessi hér. Já. Þessi hérna er nú eitthvað sem hann kom með af netinu og ég geri alls konar. Þetta er teikning eftir okkur, þetta hérna og þetta hér líka. Og þetta, þetta hérna. Svakalega flott, maður. Já, en þetta er allt saman verk sem eru ekki búin. Verkin sem við teiknum og eru orðin af flúri og flúrin eru búin, þau fara í loftið. Já, sem er svo satt þarna. Já, hérna frammi og bara það sem er pláss. Já. En þetta er svona, vinnudagurinn minn fer svona fram og stundum er ég með 1 flúr, stundum er ég með 12. Á einu manni bara það?
Nei, misjafnt, ég Já. er alveg með 12 og eina manni en stundum er ég með 12 kúnna líka. Já. Og á svona walk-in day eins og við höfum verið að gera á Menningarvöku og 17. júní og svona þessum dögum sem eitthvað í gangi á reynu svona að taka þátt í menningunni aðeins. Já. Þá höfum við verið með sem sagt walk-in fyrir lítil tattoo og mesta sem ég hef gert eru 32 á einum degi. Tekur það ekki á að líkamann eða? Og einbeitinguna. Já, ég segi nú. Ég eiginlega vann úr mér kunnáttuna til þess að geta búið til setningar. Daginn eftir gæti ég eiginlega ekki talað því ég var bara búið með alla einbeitingu sem ég átti til. Já, þetta er svo ég er bara 8 tíma vakt í leiru, hún bara, ég er búinn á því. Já. Þannig ég get ekki ímyndað hvernig þið líður eftir 32 tattoo. Já, þetta líka, ég byrjaði klukkan 10 og ég var búinn klukkan 4 nóttina. Það var pínum bull, sko. Það munar ekki það. Við spjöllum hérna líka á hann. Þú sagði mér hérna að þetta hérna væri ekki allt sem þú gerðir í fyrra. En þetta er svona... Nei, þetta er sko það sem er hérna í loftinu. Þetta eru bara hannarinnar okkar. Þetta eru bara myndirnar af því sem við höfum búið til. Og þetta er ár 1. Já. Í rekstri, sem við byrjum 2019 og þetta er 2019 til 1. ágúst 2020. Og svo er 2020 til 2021, það er þarna frammi, 2021 til 2022 kemur svo hérna tilbaka og svo er 2023 til 2024 kemur það hér. Djöfull er það flott maður. Já. Það er líka, ég vil meina það að tattoo sé hálfgerð fíl, sko. Maður fær sér eitt. Já. Og strax komið hugmynd fyrir annað, sko. Já. Eins og sér núna, ég byrjaði hérna á Akin Tattooi sem er núna í bólnum að Seirik Fjallars. Já, sem þú reyndar að fela, það er alltaf að segja frá. Já. Þetta er svona svipuð menning, sko. Já, ég veit það. Og síðan fekk ég mér þetta hérna. Síðan fekk ég hugmyndina af þessu, síðan þetta og síðan Georg. Já. Þetta er nefnilega pínu hættulegt, sko. Já. Þessu er helviti gaman. Já, þetta endist lengst. Allri vitleysu sem þú getur gert, þá endist þetta lengst, sko. Daginn, við erum stödd í Prenthus á Akureyri. Þeir prenta á föt fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Þetta er BT og hann ætlar að kenna mér hvernig þið gera þetta. Takk strákunum í Prenthus kærlega fyrir að sýna mig hvernig maður græja ból. Djöfull er ánægður með nýja bólinn minn. Aftur í þættinum. Ég ætla að gata þig með frekar löngu pinna í upphæði. Ok. Og það er ekkert verra. Það er ekkert verra? Það er bara betra. Ok. Ástæðan fyrir því ég ætla að gata þig með löngu pinna er það svo eira getur bóluna eins og það þarf að bóluna. Og líka til þess að þú getur þrifið rauninni eirað. Það er þarft að hugsa með það. Ég gata þig með titanium lock sem er bara besta í nýgutt. Og set svo í þig eitthvað flott. Veitu hvað heitir það aftur? Ég heiti Margrét. Já, Margrét, veistu það, ég held ég hef aldrei verið stressaður bara í langa tíma. Þú ert ekkert stressaður. Hvað er ég búinn að koma mér út í? Ég er ekki að djóka. Ég hef aldrei verið stressaður, háðið minni. Ég skal lofa að vera rosalega góð við þig. Ég skal reyna mitt besta allavega. Þannig að þetta verður það bara svona stutt og laggott. Ég reyni. Já. Hvora megin myndirðu vilja fá? Mér væri hérna megin ekki bara flott, eða? Ég veit það. Hvora megin er svona vinsælast í dag? Það fer rauninni bara eftir hvað þú sefur. Hvor hliðin þér finnst. Já, ég sef einhvern veginn mjög skringilega, sko. Þú sefur bara alla hann. Já. Svo er líka bara allt inn núna, bara öll götun. Já. Þannig að það er ógeðslega gaman að vera gættir í dag. Hvað það var það? Heyrðu, ég byrjaði einmitt að þrífa í reyða, svo ætla ég bara að finna staðsetningu. Já. Já, er þetta bara flott hana? Það er þig. Ég held það er mjög töff. Ég byrjaði að setja svona töng utan eyrað sem heldur eyranu bara fyrir mig á réttum stað. Það er svona aðeins að fletja út. Já. Svo segi ég 1, 2 og þá sting ég. Gott fyrir þig er að anda vel inn áður en ég segi 1, 2 og þegar ég sting að anda út. Ok? Já. Herðu, 1,
2 og stunga. Nálin er farin. Innan í eyruna verður svona lítið rör sem við drefum loknum síðan í gegn. Já. Það er alveg hræðilegt. Þetta var ógeðslega vont sko. Það góða við það er að stungan er samt fljót. Já, heldur betur. Nú er ég semst að fara að setja lokkin inn í pulsuna eða rörið. Þetta er rauninni bara svona æðaleggur. Til þess að... Það var eyranu eða? Já. Og núna kemur smá þrýstingur því lokkan er að fara í gegn. Alveg. Allt í lagi með þig? Já, ég held það, svona hingað til. Þér eru ekkert óglæð þegar eitt svoleiðis? Nei. Er það venjulegt? Það getur alveg gerst af því að við sársaukann getur líkaminn farið í sykurfall Já. og þá getur maður orðið svona, já, óglætt og svona. Það er að fatta núna, ég er ekki bara að borða þetta í dag sko. Nú, Já, þú það ert að fara í þetta? Já. Herru, búið. Þetta er þetta. Er ég búinn? Já, Það er svoleiðis. þetta er óglætt flott. Bingo, hvernig er þetta? Er það ekki? Þetta er magnað. Bang. Shit, hvað þetta er nett. Þetta sé svona. Það myndi ég nú halda. Þetta verður von. Verða þetta vond? Hérna, já. Anskotin. Tjöldin, nú er ég alveg stressaður maður. Það. Já, Þeir eru svolítið í krakkanum sem eru að meða sig inni á bökuðin. Þetta vinnum maður við bara alla daga. já, úff. Grenjandi börn og vælandi kallmenn. Þannig að ég er ekkert að fara að loka þessu neitt hér, ég er bara að fara að lifa þess að feitast nýja. Já, já. Þú ætlar að setja eitthvað meira að það. Já, er það ekki flott, annars er maður að skilja greið samúðuleg út undan sko. Hvað séu, er þetta vont þarna það? En það gæti alveg orðið það sko. Já. Gatei. Þetta er ekki eðalega nett. Það verður eitthvað mann. Ef ég verð ekki þið shit á barnum um helgina, þá veit ég ekki hvað. Það er bara svolítið svoleiðið sko. Þú ert að stressa mig út hérna varandi hérna. Sársaukan? Já. Á hverju ættir þú búa? Já, nei, bara, þú veist, þetta hérna var nefnilega ekki eitthvað það vont sko. Nei, þetta verður ekkert það vont, svo verður þetta bara eins verða. Já, ok. Skulum vona það. Það sem maður gerir ekki fyrir TikTok-fylgjenduna sína maður. Já. Myndið þú eitthvað tíma að gera þetta sjálfur? Já. Það ekki? Jú. Hversu gömul er Víkingstatuðstofan? Hún verður 5 ára 1. ágúst. 5 ára? Já, ok. Og varst það tattoo einhvers staðar annar staðar áður en þú komst hingað? Ég var að tattúa hérna áður en ég opnaði stofuna. Já, ok. Þannig að ég byrjaði að tattúa sko 2014 eftir ég skaraði með puttan. Skastaði puttan? Já. Hvernig gerist það? Ég var að vinna í bílum og var að fara að sjóða stuðana Já. og var að ná mér í hérna plast svona tein til þess að geta soðið stuðarann Já. og ég er að skera hann bara með dúkahníf og dúkahnífurinn fer upp á stuðarann og onni í puttan á mér. Anskotin. Það var ekki gott sko. Nei. Ég er basically að fá mig tattoo fyrrum yfirmanni mínum sko. Já það? Já, Ari Orkunni, veistu hvað það er eða? Nei. Nei, það er, sko, það var svona, ég og hann áttum svona Ólaf Ragnars og Georg Bjarnfreðarsson svona Samband sko. Hann alltaf vilja mér fara smúla planið. Svona og hinn annað sem satt bara inn og gerði ekki neitt ofta sko.
Þannig að ég var hann alltaf einn bara eitthvað undir við garðslöngu að smúla plan og síðan fannst fólki alltaf að finna að koma hann Ólafur, Ólafur. Hann var kallaður Ólafur hann sko. Já. Var ég búinn að spyrja þig hvað er skrítnasta tattooið sem þú hefur gert bara? Já. Og það er eitt svona svolítið furðulegt Já, já. sem að ég sagði þér ekki senast. Nú, Það er þrívítar portrettmynd af belju. það er þetta geggjað alveg. Það er sem sagt, þú getur labbað hringinn í kringum portrettmyndina og hún er sem sagt á kálfa og hún er allan hringinn á kálfanum. Já, ok. Og kinnarnar eru sitt megin. Hálsinn er undir og yfir hálsinninni. Snösinn er utan um ristina. Það er þetta geðveikt sko. En hvað er svona tattooa sem þú ert ánægðastur með að hafa gert? Ég get eiginlega ekki gert upp á milli þeirra. Já, eru þið nokkur eða? Ha? Eru þið nokkur? Já, það eru mjög mörg sem ég er mjög ánægður með, sko. Og það eru alveg hrúga af þeim sem ég var alveg þakklátur fyrir að hafa fengið að taka þátt í. Já, já, Eins rómantískt eða hljómar, sko. já. En ég er búinn að gera fótspor af andvana barni og Já. Þú veit ekki að það er svolítið erfið stundum með það? jú, Já, þegar ég á eina 30 ára, sko. já, já. Úff, maður. Ég get ekki ímyndað með hvað fólk gengur í gegnum og gengur svona. Já. Þetta myndi geti verið eitthvað nettast sem ég geti gert mér. Er það? Já. Þú voru að fullir það? Er hann ekki alveg að líka sér fyrir það? Jú. Veistu, ég er eiginlega bara hálf orðlaus, ég. Þú er þetta bara vatn hana? Já. Það er að laga með maður. Já. Það sem að lúkki vel fyrir vindavéluna, sko. Það er eitthvað það. Þetta er geðveikt vinur. Kíktu á verslun.kaffið.is. Hi, What do you want to tell me? I'm Camila, I'm tattoo artist here. Yeah? Yeah. I came here 2 months ago. I moved here also 2 months ago to Akureyri from Reykjavik. And when I come to Iceland 2 years ago, I was thinking to move to Akureyri after a few months. But then I checked that there is only 2 studios, Yeah. tattoo studios. And I was like, oh, if I don't like it, what's then? Here? Yes. Yeah. Yeah. So I start in Keflavik, then I moved to Reykjavik, and then I start to make my portfolio to get apprenticeship in tattoo studio. And then after half year to making my portfolio, I start to going for all of tattoo studios in Reykjavik, and I get one apprenticeship in Tattoo Setrit, actually with a Polish woman. Yes, that was very nice and much easier for me because she told me all my mistakes in my language. First 2 months it was drawing all the time, painting, drawing, shading, and then she gave me just tattoo machine, and then I started to do tattoos on the fake skin. I was thinking about tattooing, but then I was thinking that I don't want to make people like pain. I really didn't like this part of tattooing, that I have to hurt people, you know. But then I was just like, you will, Screw it, yeah, yeah. screw it, you're used to it. They Yeah. are agree for that, they ask for that, so Yeah. why not? And this is what's my problem when I was starting, because I was very gentle. Yeah. I didn't want to hurt them. So yeah, I very like it, and I hope that I will learn more here. And I really want to start to make color tattoos. It's like my favorite types. I love to mixing with shading of colors, and I also love the abstraction. So, and now Margaret gives me her calf,
to practice. That's nice of her. Yes, that's very nice of her, but she really wants, because now I'm tattooing a cat on her, and she really wants that cat for a long time, and Wendy is still busy, so she was thinking, okay, you want to make color tattoos, so I will give you my calf. And that was very nice of her, but now I see the results, and they are very nice, and I'm very proud of. Yeah. How do you make an appointment for you? Usually, the studio gives me a clients, but like because I'm here 2 months, so I don't know much people. I start to just meet them, but sometimes they send me a message on the Instagram. I'm just advertising myself on the Instagram. Yeah. And if they see my works and they like it, they just send me a message. But usually studio just give me some Yeah, clients. so you just call here, Vikingstadur. Yeah. They call here and just I have clients. Jæja, þá eru félagarnir búnir í tattúi hér í Víkings Tattoo. Sjá strákarna, nú fer fólk að taka okkur alvarlega. Takk fyrir okkur. Verið sæl. Er bólurinn þinn orðinn ljótur og óþægilegur? Kíktu á verslun.kaffi.is og fáðu þér flottan og þægilegan ból.